daginn landsmenn, nær og fjær. Þetta NFI TV. Komið í sæl og verið velkomin í fyrsta þátt NFI TV. Þessi fyrsti þáttur stútfullur af stórskemmtilegu efni þar sem eru meðal annars viðburðir, keppnir og viðtöl. Við byrjum þáttinn á Buffy MR-deginum, en hann þótti einstaklega vel heppnaður. Keppt var í ýmsum þrautum svo sem kappáti, reipitogi og ýmsu fleira. Hápunktur dagsins var klárlega ræðukeppnin sem haldin var í Bláasal kvöldið. Umræðefni var Ísland ómerkilegt. Við Vestlingar vorum með en Emmeringar á móti. Við töpuðum. Við ræddum við einn meðlim Morfís-liðsins en hann vildi ekki koma undir nafni og hann hafði þetta málið að segja. Það var náttúrulega gríðarlega sækjandi en fyrsta lega var þetta bara æfingakeppni eða þannig og við erum að búa til nýtt lið sem sumum fannst svolítið skrítið. Það eru nýju þjálfarar með nýjar áherslur og við búa til lið sem tekur tíma. Þetta er liðið sem við ætlum að reyna að vinna Morfís með og ætlum okkur að gera. Ræðumennirnir eru allir rosalega góðir og eiga eftir að skína og ég l***tur núna en ekki og ég held að ég geti sinnt í starfi mjög vel og þeir hafa fulla trú á því. Og þetta getur orðið besta ræðilið á landinu. Hinn kynþokkafulli Sigurður Eggertsson hafði sína skoðun á málinu. Sigurður, hvað finnst þér að Ólafur Kjaran ætti raun að gera? Það er skemmtilegt að spyrja með þessu af því að ég var einmitt með Ólaf Kjaran í Hagaskóla þegar ég var að kenna þar og ég hitti hann fyrir kvöldið og hann sagði mér einmitt að þau voru að tala með þessu og verðst að vera móti þessu og hann sagði Siggi, þetta fellur allt með okkur. Við erum betri málstað og við erum betri skóli. Og ég orðaði nú bara svona snirtilega Óli minn. Bara hérna rétt fyrir utan Versló, stoppa strætó nr. 4. Farið hann, taktu skipti með það. Það er mjög mikilvægt að taka skipti með það, annars er ferðin alveg ónýtt. Tekur hann bara upp í Mjódd, þar tekur leið 15 upp í Engahjalla, þannig að búðin, Æslandbúðin. Ég sagði hann að fara í Frostnar, þannig að maturur. Hann tekur bara eitt pakka af því og þú veist hvaða meðlæti sem er. Bara hann ræður því alveg. Fer heim með sér, getur farið í strætó, hann getur farið hjólandi, hvernig sem hann vill. Fer heim, ég sagði hann setja bara í ofnin, setja á svona 200 gráður, undir og yfir þetta, kannski blástur. Það er svona misjafnt hvernig menn fíla það sem ég vilja grillu ofan á. 20 mínútur, 200 gráður. Eftir 20 mínútur, þá tekur hann þetta út. Meðlæti er væntanlega tilbúið þá. Tekur þetta út, skerði þetta í 4 bita af grjót. Haltu kjafti, Ólafur. Lögsögum frumsýndu lagið Jamþröst og fengu bræðurna Jón Jónsson og Friðrik Dór Jónsson til liðs við sig. Ice Cold sá pródúseringu og myndbandsgerð og við náðum tala af Jakobi Danieli þar sem hann lá í mestu makindum á Marmaranum. Já, þar kann hann jú best við sig, Bjarki minn. Satt segir Davíð. Eins og Mr. Worldwide þá er ég global. Þekktur á gólfið með nýstu steimi og Já, ég sit hér með Jakobi, Versló Legend. Jakob, þú veist að gera lag sem heitir Jamþröst, ekki rétt? Jú, mikið rétt, ég og lögsögumenn. Já. Þetta var fyrir Vaffi MR-daginn, það er rétt, ekki? Jú, þetta var fyrir Vaffi MR-daginn. Gerðum myndina okkar og ákváðum að henda í eitt lag. Hvernig þróast þessi hugmynd? Það ákveðu bara að gera jamlag og svo bara búið, eða hvernig var það? Það byrjaði sko í sumar, það ákveðu bara að peppa þetta alveg upp, gera þetta ógeðslega vel. Eins og má sjá, við erum hann með Reyns og vera á þyrlur og herflugvél frá danska hernum og síðan bara einhvern veginn þróaðist það bara í gríni að gera lag og endaði bara með því að við fengum fínan takt og eitthvað og
lékum okkur bara áfram og sem fengum við svo Friðrik Dór og Jón Jónsson í þetta og Matta líka. Þannig að við ákveðum bara að kýla hann vel á þetta og þetta er búið að heppnast voðalega vel. Þetta fenguðu alltaf Jón Jónsson og Friðrik Dór. Og hvað ákvað, töluðu bara við og hefur bara til í þetta? Það er enda fyndin saga að segja frá því. Bjarni Oddleifur, einn af meðlum okkar í lögsögunum, hann hitti þá Ólís þegar þið voru að borða Quiznos og hann bara spurði þá hvort þið var ekki til í að vera með í laginu og þau bara, jú, það var bara samband og já, þau voru bara game í þetta. Samdi Jón viðlagið sjálfur? Já, sko við vorum ekki komið með þarna viðlagið. Við vorum að senda post á hann fyrir hvort hann geti hjálpað okkur að semja viðlagið en hann misti af þeim posti. Þannig að hann mætti upp í stúdíu og bara, ja, krakkar, hvað er ég að syngja? Og það voru ekki með neitt viðlag og vorum eitthvað búin að pæla í þessi smástund og þá var hann bara eitthvað að fá sér eina meat and cheese bara eitthvað og þá datt hann þetta í hug, bara strákar. Djamþröstur! Við skildum ekki alveg hvað var í gangi, það var bara djamþröstur, basic! Og síðan samdi hann bara þetta, bara djamþröstur. En aðeins hérna að VFM deginum sjálfum, fannst þér þetta, var þetta vonbrigði? Já, það var nú alveg helviti fúlt en ég meina, ég var nú sáttur með okkar fólk. Þannig að, ég meina, það er ekki alltaf hægt að vinna en ég var sáttur með okkar ræðumenn og bara svona daginn í heild sína. Og góð stemming svona, og bara virkilega gaman þessu degi ef eitthvað er. Jakob. Mikill rígur hefur myndast á milli skemmtiþáttanna 12.00 og Rjómans. Við höfum ákveðið að hella bensíni á eldinn og ætlum að hafa keppnir í hverjum einasta þætti. Við byrjum leikinn á krumlukeppni á milli Ragnars Jónssonar og Ólafs Alexanders. Við erum velkomnir til leiks í fyrsta lið keppni 12.00 og Rjómans. Fyrsti liðurinn er krumla. Ég kom með Ragnar Jónsson, velkomin Ragnar. Ólaf Alexander, velkomin. Ragnar, hvernig leggst þetta í? Þetta leggst bara vel í mig sko. Ég bara hef trú á Guði. Menn hafa verið að tala að þú sért gríðarlega góður krumluspilari, er það rétt? Ég hef aldrei tapað í krumlu. Ólafur, hvernig leggst þetta verkefni í? Bara ágætlega. Ert þú að fara að slátra honum? Skulum bara sjá hvernig þetta spilast. Ok, við vinda okkur í þessa keppni. Strákar, fair play, ekkert rugl. Fyrst þessi krumla tapar, ok? Já. 3 lótur, best of 3, ok? Best of 3? Best of 3. Tilbúinir, þegar ég flauta. Staðan 1-0 fyrir Rjómanum. Leið fyrir 12 segir. Það verður því Ragnar vinnur, bara búinn. Ragnar, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir. Djúvill. Hvernig var þetta erfiðara en bjóstu eða léttara? Miklu léttara. Test takk. Takk fyrir Ragnar. Takk, til hamingju Ragnar. Við kveðjum hér á fyrsta lið 12.0 og Rjómans. 12.0 er 1-0 liður. Ragnar var greinilega með yfirhendina þarna. NFFI TV mun halda utan áskorunarleiki allan vetur sem gengur þannig fyrir sig að sá nemandi sem stenst áskorunina fara að skora á annan nemanda skólans og ræður hann alfarið hver áskorunin er.
Við hefjum leikinn á Comfort snirtistofunni Álfheimum og sendum boltan yfir á Gunnar. Já, komið sæl, við erum velkomin í fyrstu áskorun vetrarins. Þá eru nemendur Vestlandskólans að skora hvern annan og Egill Plóter Óttarsson, 12-0 legend, ætlar að brjóta í sinn. Egill, hvernig líður þér? Mér líður svona vel bara. Herru, þú ert að láta vaxa á sköflunginn, framan á sköflunginn og þú ert, hvernig líður þér? Hvernig, ertu stressaður? Ég er mjög stressaður, þú sér það undir höndunum á mér, ég er mjög stressaður. Ok, eigum bara ekki að vinda og gríta strax? Ok. Egill, núna styttast í þetta. Það er búið að pakka þér saman. Það er komið tónlist. Er þetta ekki bara notalegt? Ég held ég sofni bara. Já. Já. Jú. Kynni þetta mjög reglulega. Jesus Christ. Meira! Þetta var miklu verra! Shit, maður, þetta var helmikið verra. Þetta strimla og vax, þannig að þetta gæti verið miklu verra. Egill, ertu bara ekki sáttur? Bara mjög sáttur. Egill, þú stóðst þess áskorun með príði, til hamingju með það. Takk fyrir það. Var þetta verra á bjóstið eða? Nei, þetta var eiginlega bara betra enn bjóstið, eða í rauninni. Betra á bjóstið, já. Þú búinn að hugsa nýja áskorun, ekki rétt? Jú. Ég hef búinn að hugsa þetta svolítið lengi, sko, og þarna, það var samt einn maður sem var svona efst upp í huganum hjá mér. Og það var Hermann Árnason. Og ég ætla að láta Hermann Árnason fá sér gat í naflann. Já, það verður athyglisvert að sjá hvernig Hermann tæklar þessi áskorun. En Oddur, er ekki nóg að gerast í íþróttalífinu í Vestló þessa dagana? Jú, Davíð. Já, maður sér alltaf dissa ólar út af boltanum hér í Vestló. En mörglagsmót Vestlandskólans fór fram þann 22. september síðastliðinn og voru að sjálfsögðu mættir að svæði. Leikið var í kortum í 7 manna bolta og fóru leikar vel fram að sögn viðstæddra. Það dró heldur betur til tíðinda þegar kastaðist í kekki á milli þeirra Freys Saputra, nemanda í 4. I og Steindór Snæ, nemanda í 4. H og fenguðu þá til að takast í hendur nú 3 vikum síðar. Jú, mikið rétt, Oddur. Við erum mætt hérna í Kringluna meðan Steindór Snæ og það er komið að sáttum, ekki satt? Jú, mikið rétt. Ég held það allavega. Hefur eitthvað talað við Frey eftir þetta? Nei, hann lítur stundum á mig í skólanum með svona ljótu augnaráð en ég veit það ekki. Ég vil ekkert vera mjög nálægt honum. Ég held mig frá honum. Nú verður að játast, Steindór. Þetta var ljót tækling. Já, hún var ansi gróf, sko. Hvað gekk á í huganum þegar þú fórst í þessa tæklingu? Þetta fótboltamót var bara búið að vera svo melló. Það var ekkert mikið búið að gerast og ég bara tók á mig að skreita þetta aðeins. Í úrslitaleik? Já, þetta verður eftirminnilegur úrslitaleikur, annars hefði menn bara gleymt þessu móti strax. Ég vildi það ekkert. Hvernig fór leikurinn annars? Já, við töpuðum 1-0. 1-0 tap. Hefur ekki bara kíl á að fara að tala við hann, Frey? Við getum reynt það. Kílum á þetta? Þarna sjá hann inn í glugganum. Nei, heyrðu, veistu, ég bara... Nei, Steindór minn, við þurfum að gera þetta. Sjá hann. Við þurfum. Ég er bara drullu stressaður. Þetta er ofbeldismadur, Freyr. Hann er bara drullu brjálaði gæði, sko. Ég myndi ekki vilja... Við reynum. Heiðarlega til þér. Já.
Jæja, Freyr minn, gætirðu lýst fyrir mér atvikinu sem átti sér stað á fótboltamóti Vestló fyrir 3 vikum síðan? Sko, við náttúrulega vorum að keppa móti mjög sterku liði, spilum gullfallegan fótbolta, menn eru farnir að reiðast í hinu liðinu. Þetta eru svona allt einhverjir afreksfótboltamenn. Við erum að vinna 1-0 og við erum náttúrulega með gríðarlega sterka vörn og tæklum þannig boltamanninn. Boltinn rúlar á saklaust lamb í okkar liði og það líður ekki langur tími þangað til að kemur einhver villimaður þannig og tæklar þess að liðsfélagi minn. Mjög leiðilegt að sjá það og ég er náttúrulega mjög reiður og fer og tala við hann, en ég meina, tala náttúrulega ekki mannamál, það er náttúrulega bara villimaður og ég skil ekki, þú veist, upp og niður í þessu máli, sko, að reyna að ná nokkrum orðum með villimaður og ég skil ekki, þú veist, upp og niður í þessu máli, sko, að reyna að ná nokkrum orðum þannig við hann, en hann vill bara kasta höndunum og tala með höndunum, en ég kem mér svona undan nokkru sinnum áður en að rifja hann frá mér, sérstætt, og svo reki okkur báða út af og ég fer bara sérstætt inn í klefa, en hann eitthvað annað hlaupandi í kringum völlinn eins og eitthvað villimaður. Þetta er bara villimaður, sko. Og eru ennþá sárindi frá þinni hlið séð? Að sjálfsögðu, ég meina, þú veist, þarf maður ekki að vera svona mennskur allavega til að fá að taka þátt í svona fótboltamóti. Ég meina, þú veist, maður með leiðilegan spjaldaferil og alltaf að gera eitthvað að sér og kemur bara þarna til þess að tækla saklausa fótboltastráka sem að fara að mæta á æfingu og svona, sko. Ég meina, þetta er bara leiðilegt, sko. Þetta er í sári, leiðilegt að sjá svona, sko. Öskur út í þetta. Þannig þú ert ekki tilbúinn að fyrirgefa og sættast? Ég meina alltaf, ég er engin helvítis mús, sko. Ég meina, ég er kallmaður. Þannig ég meina, ég með alveg kalla á hann. Kalla á hann, já, kóti hann, sagði The lifters up where we belong, where the eagles cry on a mile. Já, strákar, þið eru þá sáttir? Já, ég bara kynnast Freyr sem algjörum fagmanni, þetta er bara, hann er algjör fagmaður. Margt sameiginlegt, sko. Ég vissi ekki, þetta er ekki villimaður, þetta er algjör fagmaður. Nei, alls ekki, Freyr er bardagamaður, engin ofbeldismadur, bara góður strákur. Bara mesti fagmaður sem ég veit um. Mjög þakkláttur fyrir þetta tækifæri til að fá að kynnast Steindóri sem er ekki villimaður. Og fyrirgefa bara og biðja Freyr fyrirgefningar hérna. Mér líður bara mjög vel í hjartanu núna. Takk, strákar. En það er komið að lokum hjá okkur í dag. Við sjáumst að viku í liðinni. Þá verðum við með troðfullan þátt. Við ætlum að enda þáttinn á fólki sem líður óþægilegi mynd. Góða stundir.